Það ég Dr. Fútból heilsar frá Grandanum. Já, bara El Grande í þetta skiptið. Alvöru jam framundan í kvöld hjá mér. Já, það gólmót og svo það jam. Tveir menn sem verða ekki á jaminu. Hjálmar Örn og Gunnar Birgisson. Velkomin báðir tveir. Takk fyrir það, Kjalla. Já, ég spái einni. Ég held að þessi jamhelgi verði rosaleg. Já, það. Já. Og andi við bænum. já, Dr. Fútból kannski sá harðasti þegar það kemur á djaminni. Ég var einmitt að skoða vídeo, þetta djam í kvöld með Steinda. Steindi fór bara á djammi að taka upp vídeo. Já. Hver var á djamminu? Nei. Jú. Ert þú í vídeo? Ég svona 4 stöðum í vídeónu. Bara því ég var á djamminu. Ég átti aldrei að vera í þessu vídeói. Ég var bara á djamminu og var í stemning og sá að voru eitthvað kamerur. Og bara fór að hoppa og skoppaði fyrir framan þetta allt saman. Það að taka upp vídeo eitthvað og kíkja í bæinn í kvöld. Þá ég 100% klári að vera í vídeónu ykkar. Bara að hafa gaman og djamma eitthvað inn í nóttina. Og þegar ég djamma og fæ með Carlsberg og sá eldgamli Carlsbergin góði. Carlsberg auðvitað opinber styrktaraðili Nations League og UEFA Euro 2028, henni ultimate fótbolta bjór. Ekkert bragð, það bragð af Carlsbergnum og það þeir sem fundu upp á pH-gildinu góða. Það að segja sýrustiginu í bjórnum. Þannig að það rosaleg efnafræði bak við Carlsberg bjórinn í Valby. Já, já. Það sem að fólk verið átt að eiga fjöldan af Nobelsölunum. Carlsberg. Þetta eitthvað merkasta brugghús í heiminum og mjög gaman að kíkja þangað. Nú fyrir þá sem ætla að fá sér sjónvarp fyrir enska boltan í ár, þá bæli ég alltaf með að fara í Ormsson. Vitið hvað kongur fór í Ormsson og náði sér 100 tómur? Nei, hvað með það? Sævar Gunnlaugs. Já, Hann fór í 100 tómur. Vá. Já. Hann spyr ekkert, hann bara mætir. Hann mættur í Samsung fjölskylduna eins og við köllum þetta. Hann mættur í Samsung fjölskylduna og það svo gaman að maður með allt Samsung heima á sér. Þá lífið einhvern veginn aðeins betra. Og allt tala saman, öll tæki tala saman og einu sem maður þarf að hafa ágjur af að njóta lífsins. Já. Það ennbla málið. Það einu ágjurnar. Happatreyjurnar fyrir enska boltan. Þær fást í hagkaupum að sjálfsögðu fekk happatreyju í gær. Fekk villabúning. Einu sem ég sagði, ekki Arsenal, ekki Liverpool, ekki City. Svona setti að svona hita á þetta. Manifestaði. Já, og Villa. Það kom Villa. Já, flott. Þannig að það blessaðist allt saman. Það eru margir flotti búningar í ár. Herru, eitt hérna kannski bilað, að því ég nú traditionalisti, en ég farin úr hefbundum brauðstöngum yfir í Cajun. Nú? Já, ég breytti í sumar. Já. Fór yfir í Cajun brauðstöngina. Ok. Þetta sé ekki margir sem hafa gert þetta svona komnir á þennan aldur að breytum brauðstangir. Ég ennþá í gamlu. En ég komin í Cajun. Ok, vel gert. Hefur ekki smakað þetta? Ég ekki þórað þig. Ég smakað þetta. Þetta trillt. En ég hef alltaf smakað þetta bara hjá einhverjum öðrum að því ég þóra ekki að panta þetta sjálfur. Nei. En ég bara búin að skipta. Já. Ég komin í Cajun brauðstangirnar hjá Dominos að sjálfsögðu. Herru, það nóg að vera hjá Fitnessport. Og núna stóra átaks. Já, nú byrjar þetta. Sko að því að við erum HGH-hópurinn. Ég hélt alltaf þegar ég yrði alveg að verða 46 ára, þá var ég komin á HGH. Þú veist. En maður einhvern veginn ekki ennþá búin að koma sér í HGH-ið. Nei. En hvað? Annað maður á þessu? Á HGH? Já, það? Ég hef aldrei hitt. Þessi stóru ríku. Já. Þessi stóru ríku. Já. En það allt til alls hvort sem að þau vantar Sheelan Jeet. Já, talandi með eitthvað sem hún fílar líka, Sheelan Jeet. Alveg gaman ábúinlega að vera með kalli á góðu Sheelan Jeeti. Og svo þetta bara til að hjálpa með svefnin, á hverju ekki taka magnesium. Fæst allt saman í Fitnessport. Taka alltaf magnesium. Vakna og sofna. Minnaðu þetta á afsláttu góðu hjá Tékkland Bifreiðaskoðun. Herru, spurningin áður við höldum lengra. Það sagður vakna og sofna. Já, vakna og sofna í Fitnessport. Já, vakna og sofna. Umboðssalar Ninja á Íslandi eru tölvutek. Þeir með allt, þú veist, Ninja græjur í alls konar ís, whatever. Við þurfum líka hreinsað vatn. Tom Brady auðlýsað þetta, en það þarf ekkit á Íslandi, sko. Nei. En strákar, spurningin svo sem einföld. Þórður Guðjónsson, kannski eitt vannmettasti fótboltamaður Íslands. Hann hefur skorað í efstu deild, í efstu bestu 3 deildunum. Það að segja Englandi, Spáni og Þýskalandi. Fyrir hvaða lið gerði hann?
Þetta er að sjálfsögðu með tölvutek, aldrei með veg, núna er þetta að fá tölvu á 50.000 kall. Er þetta ekki í Þýskalandi, er þetta ekki Bochum? Jú, þetta er Bochum í Þýskalandi. Og á Englandi er þetta ekki Preston? Nei. Preston hefur aldrei spilað Premier League. Nei, Preston aldrei Premier League. Býtu. En samt gott sjátt að því Preston hefur verið náttúrulega, er sigursætt lið í Englandi, en bara ekki síðustu... Hann var í Preston, ekki? Jú, hann var í Preston. Þetta er bara flott sjátt. Býtu, hvað segirðu, í þremur löndum. Já, í þessum þremur, bestu, ég sagði England, Þýskaland og Spán. Það er þetta ekki Stoke? Nei. En hann spilaði samt nokkra leikir. Þetta er eitthvað svona... Þetta var ekki Aston Villa? Nei, það var bróður hans, Jói. Já. Þú átt nú að vera með þetta. Já, ég hefði að vera með þetta. Þetta er algjört klúður. Býtu. En þú átt farið í Spán. Býtu, hann var... Var í Betis eitthvað? Nei, það var bróður hans. Bróður hans aftur. Ég er að rukka hann alveg saman. Býtu, hann var á Spáni. Já, hann var á Eyju. Hann var á Eyju á Spáni. Var hann á Mallorca? Nei. Var hann á... Las Palmas? Já, Las Palmas er hárið rétt, já. En býtum við, hvaða lið var þetta í enska? Já. Þetta er bara litsarðanir? Nei. Það er samt hvítlið. Það er hvítlið? Þetta er hvítlið. Já, alveg búin að skýta upp á baki. Nei, býta aðeins. Þetta er jafnaldri þinn? Vinir Vestmannaeyja. Nú, liðið sem við erum að leita af er... Þinn maður þar var áblað Jim Smith. Stjórinn. Þetta er Derby County. Já. Jésús, þetta átti ég nú að vera með. Ég vissi þetta. Maja frænka var alltaf svo mikið Derby County manneskja. Já. Hún var eina af þeim. Já. Derby County. Já, það er 10 leikir og 1 mark. Derby County. Já, við slum fara í Evrópukeppnina. Við heyrum líka hans í sjálfu mér þarna undir. Já. Slum fara í Evrópukeppnina sem að var spiluð í vikunni. Gerum það með orkunni sem er bleika bensínið. Orkan.is. Orkan, hún er þarna undir orkan.is. Já, hraðari hleðsla hjá orkunni og svo eru gas sjálfsalar. Þarft ekki orðið að tala við neitt. Fáðu bara nýtt gas og njóttu lífsins. Snutt. Heyriði, Víkingarnir unnuð svissnesku meistarana í gær. Gylfi Sigurðsson, besti leikmaður sem er spilað fyrir Íslands félagslið. Þessi Gylfi Sig, sáu þetta mark? Ótrúlegt. En ekkert að taka neitt af því, þú veist, maður einhvern veginn, mjög svo oft samt, þar sem maður hugsar... Það hverju skýtur ekki oftar á markið? Já. Þetta var með vinstri, sko. Já. Ég bara þegar ég sá þetta mark, þá hugsaði ég bara okkur í ósköpunum sér maður, þú veist, ég meina, hvað munið eftir mörgum svona mörgum hjá honum í deildarkeppni á Íslandi síðan að koma heim? Þau eru ekki mörg. Hann skoraði hann þetta mútið Skarum núna daginn. Já. Svo reynda var hann leiðin inn þarna, skaut í samherja þarna. Já, Daði var fyrir. Daði greið. Daði var fyrir. Það var ofni. Já. Þetta var bara hörku flott framist af vingun og það var þessi fyrirleikur sem að þeir fóru illa út úr. En bara mjög vel gert. Hún er bara virkilega öflugt lið. Það eru svissneski meistarar. Já. Og þú veist, bara frábært að ná sigri þarna. Sigrarnir telja alltaf, sko. Þetta bæði telur, þú veist, ég held að sé bæði auka peningur fyrir sigur í þessu og svo held ég að sé líka fyrir styrkleikalistan. Þá held ég að sigrar telja alltaf. Já, við fögnum þessu. Og sigurinn nærir. Sigurinn nærir líka, 100%. En það er spurning hvort að þetta hafi tekið eitthvað toll því að þeir eru að fara náttúrulega í mjög snúin leik, næsti leikur hjá þeim í deildinni. Gegn F-fæðingunum. Gegn F-fæðingunum. Já. Og svo þar á eftir eru Borgbani Luka sem að, þú veist, þeir eiga náttúrulega, nei, ég ætla ekki að segja það. Þeir eiga ekkert að vinna Borgbani Luka. En það verður snúið þeim við, en ég held að þeir fari áfram þar. Borgbani Luka, þeir eru, já, frá bosníski meistarar og þeir hafa skipst svolítið á með Syriski Mostar undanfarin ára að vinna bosníska meistaratitilin. Já, það er þetta gott lið. Við sáum Syriski Mostar lent í Valsmönnum. Já. Ég meina þeir unnu líka sko Crystal Palace, eða ekki? Eða stóðu í Crystal Palace í fyrra Mostar. Já. Þannig að þetta er alveg fínt lið, eða fín deild. Það gerði þeir ekki jafntefli við það heima? Jó, eitthvað svolítið. Þetta verður... Það er bara alltaf erfitt að fara, það er potið 36 hitti að núti og þú veist, maður þekkir alveg... Hostile. Já, Salími Porsa verður á vellinum og... Hvað með hérna, hvernig virkar þetta með Svenna? Má Svenni fara að spila í Evrópukeppni núna eftir þessu umferð? Sko, ég veit ekki hvort að, ætli þú þurfir ekki að registera leikmenn
alltaf fyrir hvert einvíð myndi ég halda ekki nema að sé þá næst registration. Já, ég myndi að hugsa, getur verið að qualification síðan ennþá Ég bara verða svo getur þurft að skráa verða játa með sér En sá að þetta voru svona smá argy-bargy þannig í lok leiks, menn fóru að hítast eitthvað eftir leik. Vitið eitthvað hvað það snýrist? Nei, ég var ekkert komið fram. Nei. En ég Hitti í þessu. Varandi Svenna, ég hugsa nú samt að hann sé sko, þó hann mætti spila, ég held hann sé ekki match fit. Nei. Hvort hann geti komið inn á í 10 mínútur jú pottitt, en hérna þetta verður flott að sjá á móti þetta verður geggjað. Við verðum að fá liðið í deildakefni, í riðlakefni. Við hefum svo sem gert það undanfarin ár og ég meina það náttúrulega væri það bara svo gaman að vera með þetta áfram. Já. Það held ég. Svo fari ég aðeins svona súrari pakka. Við ætlum að henda okkur til Danmerkur með Alfreð. Draumastarfið þitt mögulega inn á alfreð.is. Hjálmar, maður sér að þú hálf lúin eftir fríið. Já, ég alltaf, mér líður best að vinna. Já. Hvað væri draumastarfið þitt í dag? Vá. Ef þú getur hvatt líf trúðsins, þú getur farið inn á Alfreð, sótt eitthvað og fengið já, hvað væri það? Það væri fyrirtæki sem væri í miklu vesinni og þyrfti að taka til. Já, þyrfti að taka til. Já, kom inn og taka til. Það fá alvöru rekstrarmann inn. Ertu rekstrarmaður? Nei, reyndar ekki. Ég væri góður í að taka til. Já, finna hvað að. Ég held alltaf að þú rekstrarmaður. Nei, ég ekki rekstrarmaður. Ég elskar uppáhaldstýpar mín, það menn sem kalla sig sjálfur rekstrarmenn. Kunna svo ekkert. Valsmenn voru raskeltir af Nordsjælland 5-0. Það kom ekki á óvartar. Magnús Agnar, umboðsmaður, veitti því athygli að það var enginn frá Val mættur til Norður Sjálands. Það mjög skrítið. Er það ekki? Jú. Ég held að sé svona ég held að partur af þessu Evrópudæmi sé líka svolítið í sko networking. Networking. Og þú veist, þekki ég bara vel, þú veist, ég veit til dæmis að það eitthvað sem að Blikarnir hafa til dæmis gert mjög vel. Ég held að Víkingarnir séu frábærir í því sömuleiðis að þú veist, fara með gott staff út og reyna eitthvað að networka. Sko, K.R. í Evrópukefni, Kitty kennistiðið mætt. Akkurat. Kennistiðið mætt. Hann mætt. I'm there. Það nú bara einfaldið að þannig. Þeir að víla og díla, sko. Þú veist, já. Hvort þetta hafi verið bara að menn trúði ekki að þarna geti þú veist, nást sigur eða eitthvað svona að það hafi eitthvað fælt frá, ég veit það ekki en það alveg að því að ég held að ekki vinur minn myndi ekkert fara að setja þetta inn Nei, þetta alveg áhugavert á þess að hafa eitthvað fyrir sér í því sko. Ef við skoðum bara alla engin sem er betur tengdur í Danmörku held ég. En ef við skoðum bara alla Evrópukeppnina, það áhugavert að Rangers stutt út úr Evrópudeildinni, þeir töpuðu fyrir Bílastokk eða hvað sem þeir heitir frá Pólandi. Herðu, okkar maður, Tómas skoraði á móti Benfica og það var bara hörku helvítis mark. Já, frábært mark. Og þeim var flekt út Hearts 1, Benfica 1 var niðurstaðan þar, þetta var fyrsta markið í leiknum og það kom eitthvað 70 og eitthvað töpuðu fyrir leiknum 6-1 já, Benfica töluvert betra lið en mínir menn í Hearts voru einhver önnur úrslit svona sem að vöktu ykkar athygli í þessu öllu saman og Motherwell hendur út HJK Helsinki Gent hendur út Gautaborg það ekki dótt nei, en Seska Sofía tapar fyrir Maccabi Tel Aviv en fyrir áframsamt sem aður það einhver uppgangur í Búlgaríu já, en það nú samt Levski var líka að fara áfram lítið af búlgarsku leikmennum í þessu liðum yfirleitt þetta brassar og eitthvað svona sem að bera upp það þá peningar allan það eru 1 eða 2 búlgarski leikmenn sem að fá flakka með sko, ég ætla bara samt aftur að minnast á Fenerbahce, þeir fóru áfram í undankeppni meistaradeildarinnar í vikunni. Þeir fóru í gegnum, maður sjá hverju gegnum fóru þeir aftur í gegnum. Stúngra, voru þeir búinir að fóru þeir í gegnum þá? Veitu? Hverjir? Fenerbahce. Komist að því bara fyrir mig eldsnögt núna hverja Fenerbahce stóð út. Því að Fenerbahce hópurinn, ég ætla bara aðeins að innbra á honum, bara þannig að fólk átti sig á því hend út Stúngarð unnu 2-0 og 1-0 ok, markmennir hjá þeim þeir eru auðvitað með Ederson
í hérna markinu og svo þeir með hérna Seklar Soyuncu, þeir eru með Matteo Guendouzi, þeir eru með Marco Asensio, þeir eru með Karim Atatürkoglu, þeir eru með Mason Greenwood, þeir eru með Nathan Ake, þeir eru með Mert Muldur, þeir eru með Vedat Muriqi Íslandsbanan, þeir eru auðvitað með Siddiqui Sherif hérna, franski strákurinn sem öllið voru reyna að kaupa síðasta janúar sem þeir fengu, þeir eru með King Sofian Amrabat, þeir eru með Romelu Lukaku, þeir eru með Talisca, þeir eru með N'Golo Kante, þeir eru með Milan Skriniar, þeir eru með Mert Gónúk sem backup markmann, þeir eru með Diego Carlos og þeir eru með Nelson Semedo. Þú veist, nú voru ég bara að telja upp nokkur nöfnanda hjá. Fred? Já. Fred líka, svo King Fred. Það mentist nú ekkert á Matteo Guendouzi, held ég. Ég held að það bentist þess. Þetta er ekki smá helvítis hópur. En þetta þá launastruktúrun í... Já, það verðist vera eitthvað til af peningum fyrir þá ríku í Tyrklandi. Já. Er þetta ekki svolítið mískipt samfélag, Hjálmar? Jú, ég myndi segja það. Þetta er ekki smá djöfisins hópur, maður. Þú hefur verið þetta mikið? Jú, ég hef alveg mikið í Tyrklandi. Það er mínu menn alltaf verið. Já, þetta ég ætla að halda... Já, verðum ekki að halda með þeim. Og svo er náttúrulega gala núna að sko að taka Gabriel Martinelli og Elmar Neri. Og skipta, það getur okkur rosalú skiptið í gangi verið Osimhen. Já, við ræðum þetta kannski betur eftir. Það er aldrei að fara að gerast. Þannig að, já, þetta er svona í markinu og allt það, þannig að það er... Það myndi hræða þig. Það er vel þreytt ef Arsenal fengi Osimhen, ég skal viðurkenna það. Og þetta er svona staðan í þessu öllu saman. Og, já, Víkingar einir íslenskra liða eftir í þessu öllu saman. Og hlakur svo til að fá að sjá hvernig þetta fer allt saman. Já, ég meina við erum bara svipuðum stað og þú veist, Danir eða eitthvað í Evrópukjarnunum. Það er Danir og Svíjar, það er nú eitthvað svartnætti sem að lúrir. En dönsku liðinu er samt eða inni, Nordsjælland, Midtjylland og AGF er ennþá inni. Ég meina þau eru ennþá inni líka, það er ekki Gautaborg ferði ekki áfram í... Nei, Gautaborg Þeir eru dottnir út bara. Já. Þeir voru heldur bara í konferens. Já, þeir voru sannlega í konferens, það er réttur. Ég var að fara í fyrstildina strákar á Íslandi. Veðmáladeildina sjálfa. Kíkjum á veðmáladeildina með múrbúðinni og já, það er þessi tími. Það er útsala í múrbúðinni. Já. Það er sumar útsalan, alvöru útsala. Og ég fór þarna og fekk mér tvískipta verkfæratösku. Maður var alltaf með verkfærin. Opnast svona tvískipt. Það eru menn sem kunna til verka. Já, ég var búin að láta mig dreyma þetta og það þetta útsölu. Hún henda mig kannski betur heldur en þessi þrepaskipta sem ég á heima. Já, hún gerir það. Skrúin er alltaf efst. Nú er líka komin svona skúfuskápur. Skápur þar sem hún getur, eins og með kannski 10 mm skrúfur, setur þær allar eina skúfu. Svo setur maður bara lítið plast yfir, 10 mm. Skilur þú? Þannig að þú getur raðað þessu öllu saman. Það er gaman að fá að kíkja í bílskúrin hjá okkur og sjá hvernig þið gerir þetta. Já, þetta snýst svolítið um skipulagið. Alltaf velkomin. Það var fyrsta deildin í gær strákar í Kórnum. Þar mætti Brynja Björn með lærisveina sína á Leikni. Það var bara eftir að HK komast yfir 1-0, döttu svo inn í gjafastuð og gáðu þeim 1-1 markið. Ég veit ekki hvort þið séu búin að sjá það mark en... Heyra á því. Já. Það hefur verið frekar kjánulegt. Já, mér langaði að slíta hausa þegar ég sá það mark. Það var svona, mark sem að HK ekki að fá á sig. Nei. En það var síðan... Fljótur að svara. Atli Gunnarsson sem skoraði sigur markið. Það var... Blikinn knái. Það var þessi 17 ára framherji í HK sem að lagði upp. Sem að... Já, vantilega allir klúbar á Íslandi að skoða okkur núna. Þetta er Alexander, heitir hann ekki? Það er ekki örugglega Alexander sem að lagði þetta út þarna. Leikmaður nummer 45. Já, nafni. Og hann lagði þarna upp og 2-1 sigur niðurstaðan. Frábært mark hjá Alla. Ansi gaman að leiknismenn voru reyna einhverja svifbolta í lokin sem virka oft í íslenskum fótbolta. En þú ert bara með Óla Nóir hann í markinu sem reyfið allt niður einhvers staðar á fjórða hæðinni, þannig að það var samt fyndið að sjá þegar ég heldur að triksi sem virkar oft í íslenskum bolta að setja einhverja laflösa fyrirgjafir inn myndi virka. En það var ekki alveg að svona þarft í þegar þú komin í þennan pakka.
Já, frábær sigur í Hákáingum sem við tapað þarna 2 leikjum á undan, það stoppar ekkit völlarina núna, 2-0 sigur á Ægismönnum á útivelli. Já. Völlararnir og þessi spænski stjóri þeirra káamenn ekki snertan. Skilabúðin eru skýr frá Þingeyingum þar. Herri, svo það slagurinn á milli ykkar. Já. Vá, maður. Fylkir afturhelding. Jep. Það sögði á manni í gær, sko. Herri, frábær leikur. Gaman að hlusta á Hjörtu og Jón Þór fyrir að lýsa þessu. Bara Hákaleikur var það spennandi, ég gæti ekki náða að einbeita mér alveg að þessum leik. En 3-3 var niðurstaðan. Góð þessi framlína á afturhaldingu með Óðinn Bjarkason og núna Haukur Brink. Já, Haukur búinn að koma frábælega inn í þetta. Brinkarinn hamra á honum að þinn, sko. Já, hann getur nefnilega skotið, sko. Ég man eftir marki hjá honum á Þróttaravellinum. Já. Hann ekki bara móti, man ekki hvað, það var eitthvað leið sem var að spila þarna tímamundið. Það sem hann smelt honum með Stjörnunni. Þetta hrikalega öflugur leikmaður, vel gert hjá Magga að spotta þetta. Mér fannst afturhalding heilt yfir betri í þessu leik. Það kemur hérna bara eitthvað smá augnablik þar sem að þeir missa bara tökin á leiknum í 10 mínútur og allt í hennu Fylkir komið yfir. Já. Þannig að, þú veist, sangjant í jafntefli en mér fannst afturhalding svona heilt yfir. Sko, settu þið ekki vinnir í leiknum sem það dæmdur á hennar rángstuð? Jú. Og ert þú búin að fá sönnugögn? Nei, ég ekki búin að fá það til mín, en Ég var eitthvað það er að vinna í þessu, þetta var ótrúlegt heil lengi að flauta þetta. Ég var eitthvað að dunda með að tekna á þetta, mér syndist þetta að vera spot on. Já. Já, það ekki. Varstu eitthvað að dúlla þér við fyrsta myndina? Þetta var ótrúlegt. Það var greinilega henda afturheldingu upp. En þetta Já, byrju, það þannig? Já, manni leið þannig. En þetta mannvinnur Magnús Mára að honum fannst nú kannski of mikið, við munum náttúrulega eftir þessum skett sem að fylgismenn fengu í Árbænum, svo fleiri en það mútu byggar, ég meina stig þarna bara flott og klárar þá þessa baráttu þessara liða á þessu tímabili. Gætu við tala með eldingin, getur eldingin unnið byggamestættið? Það ángriðs, það er 50-50 leikur. Já. Algjör 50. Með Óðinn í stuði, með Brinkarinn í stuði, með Bart Kaustra, með allt þetta gengi. Eina sem ég myndi á að gera afturheldingur er búin að fá 29 mörk á sig. Markmaðurinn er svona suspekt. Já, en ég veit það svo sem ekki. En þetta er alveg áhugavert, 29 mörk á sig og meðan Fylkismenn eru þarna með reynda líka 29 mörk á sig. Jesús, það er náttúrulega alveg, sko. Þetta er náttúrulega, Hjálmar, sem er betra að þegja, sko. Kemur hún Gunnari Birgi sinni. En Gunni, það er eitt sem að vantar í þetta núna. Það vantar að hydration breaki í þetta í gær. Já, það var alltaf eitthvað svona aðeins að tvíka lið. Það var alltaf heitt og ef maður geði mögulega fengið þetta hydration break þá hefði þetta breyst eitthvað. Heimir hefði þurft að fá það. Ég hugsa að við nota lengjudeildina í alls konar svona test. Já, ég sammála því. Algjörlega. Vera með alls konar test í henni. Þú veist, ef við ætlum að vera með VAR, byrjum á það VAR í lengjunni. Njarðvíkingar eru sjóðheitir núna. Þeir vinna og vinna og vinna og vinna. Hvað er að fara að sjá þar? Er þeir að fara beint upp? Er það ekki loka leikur? Jú, Njarðvík lokaleikurinn er Njarðvík afturhelding. Svakar. 5. september. Já. Hins vegar vandamáli að þeir eru með lélega markatölu. Þannig að þú veist, þetta geti allt saman talið þarna í lokinn. Já, sko, við mögum ekki glemma því að þeir eiga ennþá 3 stig núna á afturheldingu og afturhelding á leikti góða. Já. Þannig að afturhelding er í kjörstöðu að koma sér upp og nú eru Þróttararnir aðeins að hyggsta þannig að heldur betur. Þannig að þú veist, þetta geti orðið rosalega örlagaríkir 6 dagar fyrir afturheldingu í svona byrjun miðjan seft þar sem að þeir geti orðið byggameistarar og tryggt sér beint upp. Svakalega samfarandi sigur hjá Njarðvíkingunum sem vinna sko, Gróttuna 4-1. Ég ætla að fara að tala minn mann Rúnar sem bara stjóra ásins og allt þetta sko. Hann hefur gert frábælega. Gróttulið miklu betur en ég held en þeir voru landir á beran bossan í gær. Já, það small eitthvað. Þetta var lengi í gang hjá Davíðs Mára en nú er bara eitthvað að smella og það er náttúrulega líka alveg Ómar Díok. Já, bara ekki, skeiða sótt hann. Já, það er bara prúven leikmaður í þessu öllu saman. Er þetta ekki Gylfi Þór Gylfason að vinna bak við tjöldin hjá Njarðvíkingunum? Hann náttúrulega markasett þetta Njarðvíkur dæmi þegar hann fekk mækaran til að þjálfa og bjóð til þetta buss í kringum Njarðvíkurliði sem eru kunni að náða að halda síðan. Akkurat.
og virkilega gaman að fylgjast með þessu ævintýri Njarðvíkinga. Þetta er bara hörkulið, ég meina með Alexander Helga þarna á miðinni í góðum gýr og Eiður Aron, Gísmeit í markinu. Já. Bara... og Davíð Smári í úrslitakeppni, þetta verður ekkit skemmt fyrir hinliðin, sko. Guð blessi hinliðin. Já, það er ótt að segja að mitt fólk í Grindavík hafi gefið ykkur langt nef. Það var 2-1 sigur á stjörnuprýtu Þróttaraliði. Já, það er bara spírallir niður hjá Þrótti í augnablikinu. Já, Arnar Breki Gunnarsson kom Grindjánum yfir og það var síðan Heiðar Snær Ragnarsson sem að skoraði sigurmarkið þeirra í lokin. Já. Kári Kristjánsson að jafnaði í úr vítaspyrnu. Já. Er þetta óvænt eða? Þetta er mjög óvænt. Já. Þetta er mjög óvænt. En... Það er mjög óvænt. Grindavík er búin að vera í ruglinu. Já, ég held sko að þetta var svona verið pínu högg fyrir völlararnir mína. Þeir ávæntilega að halda að Grindjánum væri að fara að tapa þarna. Já. En... Það völsungur elskar að vera í þessari aðstöðu. Völlararnir? Já. Svo rífa þessu upp og þeir halda sér uppi. Það væri, ég ætla að segja það, burt sér frá því hvað gerist í boltanum í sumar, hvort að, þú veist, þið voru eitthvað að tala hvort afturhaldi getur orðið bikarmeistar og eitthvað svona. Ef völsungur bjargar sér, þá verður það stærsta íþróttaafrek bara í fótboltanum á þessu tímabili. Þetta er bara, þú veist, muniði eftir umræðinni þegar að Belginn segir af sér hvort var það korteri fyrir móti eða korteri eftir að móti byrjaði. Það var rétt fyrir móti. Rétt fyrir móti. Var ekki apríl. Þú veist, ég held í alvörun að völsungur geti farið í gegnum þetta með 0 stig. Já. Ég trúði því alveg. Og undirbúinistímabili fór náttúrulega ekki vel með og svo náttúrulega er þau búin að fá þarna inn spænska leikmann, það er miðjumar Cardena seldi hann heiti, öflugur miðjumar, þannig að Þetta er frábært. Ja, bara, það væri rugglað ef þið myndu gera það. Er það saga tímabilsins? Já, það 100%. 100%. Það er eitt sem er svolítið erfitt með þessa KSÍ, nú er ég búin að röfla alveg endar á stifrinni. En mér er þess að stöðutablan lengjudeildin er vitlausar. Hvernig getur það verið? Sko, Grindvíkingar eru með 17 stig og síðasti leikur er tapleikur. Þeir eru með 20 stig. Og eru 18 leikir konur á töflunum. Og það er bara allt eitthvað svona. Svo fór ég í söguna daginn og ég sá að sko F-fáingar eru orðnir Íslandsmeistar árið 2014. Þeir eru fyrir ofan stjörnuna á töflunum. Jú. Það er bara, það verðist ekkert hafa verið vandað til verkað. Nei. Það væri gaman að koma að taka til. Þetta líka, bara það eitt að sjá þetta, þú veist, það rýrir allt traust einhvern veginn. Já, ég meina, þú getur ekki treyst. Ég bara treysti þessu. Ég veit það. Ég sagði, herri, völvararnir mínir eru konir upp að hlið Grindjana. Nei. Það var það alls ekki svo. Það væri gaman að koma og taka til, skal ég segja ykkur. Já, þetta er staður sem að þú þyrftir. Færi tiltektina þarna. Vestramenn, þeir eru nú í 1-0 á Keresis. Sterkur sigur þar Íringar, hvað gerðist þeirra þar? Já, þetta er ekki bara það samt sem menn byggust við svo sem. Nú? Já. Nei, ekki svona mikið dropp, myndi ég segja. Já, kannski þú ert náttúrulega kannski svo eini sem sér þessar hluti sem kannski vennilegt fólk sér ekki. Íringar, þetta er ekki bara fínt tíðanbíl fyrir Íringar. Nei, þeir eru mættir í fallbaráttu, sko. En þeir, ég meina, hvað heldur menna að þeir eru að fara upp bara? Nei, en þeir náttúrulega... Kannski ekki alveg, þetta er ekki svona slemt, sko. Þeir falla ekkert, sko. Volerum en jákvæðir í dag, það er gaman að heyra, alltaf gaman að heyra í jákvæðu fólki. Erum við ekki bara að fara í bestu? Förum við bestu. Er ekki svolítið skynsamlegt að fara bara í þá bestu? Jó. Netgyro með Dr. Fútból, já, farið það sem upp á vantar og engar viðkvæmar upplýsingar. Aðri biðjum viðkvæmar upplýsingarnar, er ekki best að sleppa þeim, er ekki bara best að tala við góða fólkið hjá Netgyro. Það kemur fólk ekkert við þess að viðkvæma. Nei, látið mínar viðkvæma upplýsingar vera og hjálpiði mér að kaupa hann leður jakka. Það er ekki búin að kaupa? Nei, það er bara ekki þetta að fá alvöru leður jakka undir 300 krónur. Ætlaðir að gera það? Ég ætlaði að reyna að finna eitthvað jakka undir 300 krónur. Ég meina, setju ekki bara eitthvað svona GoFundMe síðu upp? Nei, ég þarf ekki á því að halda, ég vinn bara fyrir þessu, en ég ætla bara að fá þá til að borga þess að vantar upp á. Og svo bara get ég dreift í og... Já, við verðum bara að halda áfram. Brúa leita. Það þarf að leita, það er best deildin. Já. Hvað er að byrja þetta allt saman? Ég var að byrja þetta á leik sem að, svona tilfinningaleik fyrir Gunnar Birgisson. KR Breiðablik. Já. Sko, bara við verum alvarlegir í smástund til hann verður á bekknum á Breiðabliki í leiknum.
gerir svona fastlega ráð fyrir Já, ok, þannig að þú veist bara þannig að þá bara sláum við bara þá varnagla. Það bara ekkert mál, ég bara En það sem þú hefur verið að gera undanvörnu, visku. já, það sem þú hefur verið að gera undanvörnu, þú hefur verið svona að stúdera leikreiningar. Já, bara reyna að fræða með eitthvað í þeim málum. Já. En svo reyndar, svo má vel vera sko að leikreiningar verði bara dautt eftir nokkur ár, því að AI er bara að taka yfir þetta. Þú veist, þetta getur verið deyjandi stétt, sko. Já. En ekki samt eitthvað svona alltaf í einhverju... Jú, auðvitað náttúrulega Sjáu þið ekki eitthvað pattern sem aðri sjá ekki og... Jú, þetta kannski bara svona að vera með aðra sýn á leikinn heldur en þjálfarinn og þjálfarateymið. Það er sérst kannski ofar eða, þú veist, horfa í gegnum yfirleitt sér maður lítið af, þú veist, leiknum sjálfum, maður er ofta að horfa át í gegnum spídeókamerur eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta áhugavert og ég vissi reyndar að sem með gerðgrindina, hún væri að skipta sér ansi mikið að þarna. Þú veist, það er já, það eru miklar framfærir í þeim efnum, við getum horfað að þannig. Sko, það er kannski ósengjart fyrir mig þannig bara beini spurninguna að Hjálmari. Hjálmari, eiga blikar séns á móti KR? Nei, því miður, það er bara ekki breyk. Þetta er bara ekki séns. Skemmtilegasti leikur sem ég fór á Íslandmótinu í fyrra, eða það er að segja bara spektaklið, leikurinn sjálfur var það ekki heldur þegar það voru að víja þetta nýja gerðgrasið, þá frábær andi yfir sem leik í fyrra. Þá var sko Breiðablik á leiðin á toppinn og KR að berjast á botninu. Þetta hefur breyst ótrúlega á einu ári. KR núna eru farin að horfa á titilinn. Já. Og Breiðablik náttúrulega hvað, þú veist, bara býð eftir þessu bikarúrslitaleik, eða ekki, Unni? Er það ekki andir í hóknum? Jú, ef maður er fæður, þá að sjálfsögðu, ég held að leikmenn séu bara víraði þannig, auðvitað ertu að leggja þig fram í hverju meinasta leik, en auðvitað held ég að þessi leikur sé at the back of your head. Ég held að það sé bara klart. Og kannski stendst ekki þessi dagsinningu, leikurum verður 11. september. Já. Meiri áttar. Þannig að, jú, þú veist, ég meina það er ekkert launungamál. KR á heimavelli með hvernig þeir hafa verið að spila. Þetta myndu allir telja það að KR væru líklegasta lið, en KR komu líka frekar heitir inn í leikin á móti Breiðablik í smárunum. Og það voru ekkert margir heldur sem að byggust við að sáleikum myndi enda 6-3. Þannig að, þú veist, ég held að eina sem ég held að ég geti lofað er að þetta verður skemmtilegur leikur áhors. Þú veist, ég held bara blikalegu sínt að þeir geta gýra sig inn í svona leiki og KR-liðið á móti, þú veist, þá þurfa þeir svona kannski eitthvað að hefna fyrir leikin. Og þeir vita það líka að Víkingur er að fara í erfiðan leik, þannig að þetta getur minkað. Er ekki bara komið að því að fá tabið það? Aftur, jú, ef maður horfir blákalt á þetta, þá hlýtur þessi, þetta eru orðni núna 9 leikir án taps. 10 leikir án taps. Það töpuðu síðast í maí, sko. Já, það töpuðu síðast í maí. Mikið að jafntöflum með þetta. Þeir töpuðu síðast 29. maí, þá töpuðu þeir á móti IA. Og því miður, þá hafa þetta verið fullmörg jafntöfli, en kom sigur í síðasta leik, góður sigur á móti KA. Er Úlfurinn farinn? Úlfurinn er farinn. Hann er farinn í dúk. Heldur þetta verið eitthvað snúi leikur fyrir F-höfungana? Útivelli eitthvað eftir Evrópuleik? Nei, fyrir Víkingana. Nei, ég held ekki. Þú ert ekki svo... Nei, ég held að þarna verið tapi á F-höfungunum. Ég held bara allir leikir í Kaplakrika séu erfiðir. Það sé nú bara staðan. Þeim tekst bara alltaf að setja upp framistöðu og svo náttúrulega, ég meina, ef maður horfir á þetta F-fálið, ég meina F-fáliðið sem að endar til dæmis leikin á móti Káa. Þetta er allt annað F-fálið heldur en að við horfum á hérna upp af við tímabils. Tínu komni bara með Erlingin, þeir eru komni með Jóhannes Kristinn Bjarnason inn, þeir eru náttúrulega, Oliver er búin að koma mjög vel inn í vörnina, Jökull er að finna taktin í markinu. Þetta er allt annað F-fálið heldur en þegar við byrjuðum, og það þarf að hrósa F-fáingunum fyrir það að þeir fara inn með svona ákveðna stefnu, ákveðin gildi, sjá það að mögulega er það skip að fara að sigla í strand og þá er brugðist við, og þó að þetta séu kannski einhverjir plástra að vera að fá leikmenn á láni og eitthvað svona, að þá samt sem áður þá er það þannig að mér finnst allavega stefnan og hugmyndafræðin, mér finnst hún góð. Já, þetta er allavega unglið hjá F-fáingunum og þeir hafa svona verið að ná vopnum sínum að 9 meðan að Víkingarnir hafa heldur betur hikstað í deildinni og aðeins unnið einn af síðustu 4 leikjum í deildinni.
Þetta var náttúrulega skemmtilegastur í deildinni, þetta færi F.O. sigur, það var ekki ekki. Já, það væri allavega Og fyrir Káringar tekið hlutlausa Breiðablik. væri það mjög skemmtilegt. Já. Drauma heimi. Fyrir hérna hlutlausu. Já. Já, það eru fjölmargir sem Já, já. Já, það eru eru margir. saman. Já, það þetta eru 4 leikir helgina, þar segja 1 á laugardag og 3 á sunnudag, skoðum restina af þessu með kjarnafæði. Þegar að þú verslar kjarnafæði ert að fá hágæða norrlenska vöru. Þú ert að fá fæðu öryggið sem að nú er ógnað. Þannig að það er gott að vita því að út í búð er fæðu öryggi ennþá. Já, ég var fyrir norðan í síðustu viku og var þar í smá samtali við bændur. Já, Já, áttu þú samtalið bændur? já, Ok. Já, ég náttúrulega bara mjög tengdur inn í bændasamfélagið. Bændasamfélagið og sérstaklega í Skagafirði. Ég hef ekki að segja að þeim er kannski ekki mjög skemmt yfir þessum umræðum sem er í gangi nút í dags. Hjá Reykjavíkur Elvindunni. Já, Já. Þetta við séum allir konum með nóga henni. En, Já. Já, þetta eru 4 leikir helgina, Þór og Keflavík. Hvað segir Reykvíkingurinn það? Hvað segir Reykvíkingurinn? Með hvað? Þór og Keflavík. Það er bara frábær leikur, Já, en bara geggjað. Sko, eitt hérna samt, sko, Þórsararnir, það er svona, er aðeins fyrir að gera þetta erfiðara fyrir svona umfjöllun og viðtöl eftir leiki, það er svona aðeins að taka sjálfur, þetta er bara 15 stig, það er ekkert langt frá því að vera, við erum bara ennþá í baráttunni. já, Aðeins svona pínlít, finnst þér ekki, Öskuldur búin að vera pínlít Siggi Höskulds. Já, Siggi Höskulds. Já. Aðeins svona búin að vera Jó, hann baðst ekki afsökunar. Já, en svona óþarfa eitthvað bull að vera standi í þessu. Það er ekkert að panika í stöðunum með 15 stig. nei. Það er bara rólegir. Já. Já, Þeir að snúa þessu upp í meiri jákvæðni. Þú þekkir náttúrulega fallbarátuna betur flesti. Heldur betur, við fylgjast með þekkjum það. Já, og Tottenham. Nei, já, án er bara eitthvað 2 tíðanbíl. Já. Off, 1 tíðanbíl í raun og veru. Já, þetta er þekking að vera í fallbarátuna. Aðeins að slaka á Þórsarar. En það er svona, þú veist, já, þetta verður mjög áhugaður leikur. Ég ekki mikið skora, ég held að verði svolítið hark hjá báðaliðum. Já. Ég meina það sem að ástæðan fyrir því að maður er ennþá smeykur fyrir hönd Þórs og IBVF sérstaklega er að þau áttu svolítið erfiðleikum með að skora mörk. Já, það vantar mörkin. En þú sko, þeir eru náttúrulega ekkert eðlilega hefnið Þórsararnir, Alfa Conte er ekki með. Já. Þú veist, ef þú fengir að pikka eitt leikmann út úr liðinu. 100%. Já, ég er á heimavelli og nú bara, þú veist, þetta er bara þeir eru bara að taka 3 stig þarna. Þeir eru bara lítið á þetta sem 3 stig. Þórsararnir 1-0. Já. Já, það er spennandi leikur. Svo er það IBVF Skæin klukkan 6 á sunnudag. Þetta er svona pjúrasta. Þetta er frábær leikur. Þetta er pjúrasta leikur Já. umferðarinnar. Já. Já, Heldur betur. á auðvitað vellurinn sem á að heita Áski Sigurvinsson vellurinn Já, já. í Vestmanni. Já. Ímyndað er að fara í Evrópuleik, þú veist, á Já. Áski Sigurvinsson stadium. Já, ég meina þessi Áski völlur á bara að heita það. Sigurvinsson Og, Stadium. Sigurvinsson. Já, eigamenn, þeir hafa gefið eftir, þeir duttu þarna óvænt í gýrin, Já. en þetta frábæra stig á sunnudaginn. Já, mútið vikingunum. Já, Á flott. var með eitt besta sendirinn í deildinni, Já. Ómar Só. Já, það er bara, það eru fáir heitari og betri en hann. Já. Þetta verður líka mjög áhugaverður leikur. Út af að þetta er svona, annarkvort er Skæin að stimpla sig inn í einhverja svona, veist, að tryggja sig inn í topp 6, veist, með val í smá lægð fyrir utan sigur í síðasta leik, eða þá að IBVF er að hóta aftur. Ef þú ferð á Epic núna Já. og fara að gera eitthvað sem, svo veist eins og hérna Hjálmar, ef þú væri að fara að gera eitthvað þarna, hvað myndir þú gera? Þór Sigur. Já. Þór Sigur, Já. ok. Ég myndi segja Þór Sigur. Ég myndi segja 1.58 á KR. Ég myndi alltaf láta það grípa með. Er það? KR Breiðablik. 1.58, ég þarf meira. Já, það er nefnilega græðkinn sem verður oft mannum að falli. Já, Svo erum við að tala ég ætti að bæta inn við viðbót. Við erum svo sem ekki konir í umræðan um leikinn. En ég bara geti séð Stjörnuna að vinna fram. Já, þessi leikur á mándaginn, tökum þetta á sundagskvöldi. Já, ég bara samt, ég má alveg samt. Mátt samtali, já, ég veit að ég held að Káa vinni Val. Já. Að það sé óvænti tvisturinn. Já,
Það er óvæntur tvistur þar sem Já, að Svo geti ég alveg trú að X í eigum. Já. Vá. Já. 201 stuðl. Nú getur engi sleppti að taka þetta. Vilsgangur. Það held ég. Alltaf sem við vilsgangur. Já. Ég ætla að vera aðeins að breyta til af því að við erum svo léttir, ljúfur og kátir hérna. Við byrjum mannilega alltaf á powerrankinu. Þetta var að powerranka aðeins núna. Búm. Það held ég, við slum skoða þetta allt saman. Löður með Dr. Fútból. Og hjá Löðri verður aldrei fyrir vonbrigðum. Ég ætla að fá strákarna til að powerranka saman í þetta skiptið. Við upplifðum vonbrigðin með sólmyrkvann og stóðum þarna úti og horfðum upp í þokuna. Og sko 5 mestu vonbrigði ykkar strákar í boltanum. Vá. Svona sem þið hafið upplifað. Já. Vá. Við sjálfir eða sem Já, bara sem stuðningsmenn, bara vonbrigði. Þau getur farið yfir vonbrigði, bara eitthvað sem þau voru spenntir fyrir. Já. Og svo bara eitthvað, þetta var ekki alveg, þetta getur verið tónleikar, þetta getur verið eitthvað. Ég er með fyrsta sætið alveg klárt, en við skulum bara byrja á 5. Já. Vilt þú? Nei, komdu maður, ég ætla að fá þetta að starta þessu. 5. Ætli 5. sé ekki þegar Árni Vil setur hann yfir í kriganum. Já. Er þetta bara fótbolti? Já, bara ég er með fyrsta klárt. Árni Vil setur hann yfir í kriganum. Það verður Íslandsmeistarar. Þegar Víkingur verður Íslandsmeistari. Það voru smá vonbrigði, já. Já. Hvað ert þú með? Ég ætla að segja Það var svona prime Óskar Hrafn. 2011 þjóðatíð. Já, fórstu gamall að þjóðatíð? Rosalega vonbrigði. 38 ára mættur á þjóðatíð, ætlaði helst þetta væri jafn gaman og þetta var þegar þingri. Já, og bara var ekki. Það var, þarna áttaði mig bara að þetta er búið fyrir mig. Allt svona er búið. Þjóðatíð 2011 fer þarna inn. Já, þannig að það er ekki spurning. Ég sjá, talandu Jam. Það voru bara einhver random mynd að þú ekki örgla á þjóðatíð, þá var ég enneinni Jam-myndinni. Já, þetta er ég á Jamma. Ég var líka að fá að senda mynd. Hvað er í gangi? Ætla þú ekki örgla á þjóðatíð í eigin vísir? Já, ég mynda mér. Þetta er Jam í kvöld. Jú. Hjöfsen ykkur. Já. Mættu. Sko, 3. sætið, ef við fyrir mig 3. sætið, Já. þá myndi ég segja, hann það voru gríðarlega vonbrigði þegar Diana Prinsessa dó. Já. Og það var alveg 97. Það var bara alvöru högg. Já. Og maður getur alveg sett Michael Jackson inn í þetta og fleiri stóra. Já. En það var svona fyrsta höggi sem maður upplifið. Foreldrar manns hefðu upplifað John F. Kennedy. Já. Þannig að upplifað maður fyrsta höggi. Og John Lennon. Og þú náttúrulega lítill þá. Ég myndi ekkit svo mikið eftir því. Nei. En Diana Prinsessa var út af því líka. Ég er í París núna í Fræklandi og ég fer göngin. Já. Og leigubílstjórinn segði mig, hérna var þessi Diana Prinsessa. Og það var alveg moment. Já. Ég er með hérna metagleru. Já, tókstu það? Nei, glemdi. Ég ítti vittlust á hann, ég tók bara einhverja mynd, lélega mynd. En það hefur verið svo geggja moment. 3. sæti, Diana Prinsessa, engin spurning. Ég ætla að fá að setja í annað sæti úrslitaleik Brasilíu og Ítalíu 94. Það var 50 stiga hitti í Pasadena í Florida, í Kaliforníu, af því mjögast úrslitaleikurinn í áralega skemmtilegur, af því hann var spennandi. Þarna var bara einhvern veginn, það var svo heitt eitthvað og maður fann það bara í gegnum sjónvarpið hvað var heitt. Að menn voru ekki að ná hérna í gegn. Hvað er nummer 1? Mestu vonbrigðin? Áttu við upplifum þessi vonbrigðin með sólmyrkvann? Hver er mestu vonbrigðin? Það er úrslitaleikur Tindastóls og Grindavíkur í körfubolta. Jesus, ég mun aldrei jafna með þessi núna í vor. Ég mun aldrei jafna með þið. Shit. Ég mun aldrei nokkuð tíma. Þetta ætla ég að segja að sé einn ótrúlegasti leikmennir, bara sagan mun sína það. Já. Að þetta er einn ótrúlegasti sigur bara. Sko, ég var búin að segja, ég var í Írlandi þetta var í gangi og ég sá okkur chatti. Það eru stuðlar að hrynja, vantar alla í eitthvað, vantar Deandre Kane, Daniel Mortensen, enginn. Já, ótrúlega. Herru, við nefndum ekki eins og setja leikina því að allir í chattinu og segja þetta var búið að byrja. Herru, þá bara einhver tæplega 50 maður kom með einhver 60 stig hérna eftir 10 mínútur.
Ég sá ekki fyrirlega slögt á sjónvarpinu, fór út að labba. Svoleiðis. Já, af því að þetta alveg braut mig, ég get alveg viðurkennt það. Og situr ennþá í þér. Ég mun aldrei jafna með þessu. En nú nýtt tíðanbil. Nýtt tíðanbil, nýtt tækifæri og allur sápakki. Grindavík. Það bara aðeins leikur að lykta aftur á HM. Við fara að smassa og passa. Já, þú ætlar að nota. Aðeins að nota. Duggu. Við slum smassa og passa. Smass. Norska selgeitið. Ég sé að þetta selst rosalega upp í Fríhöfn. Gaman að labba þar loksins í gegn eftir fríð. Já. Og breyta miklu. Já. Loksins, ertu ekki... Og alltaf gaman að kíkja þangað, sjá það sem í gangi þarna, fara í gegnum Fríhöfnina. Já, alltaf stemmi. Taka sinn Karlsberg, taka sitt nesti fyrir veturinn. Og ég spyr alltaf, má ég taka, lagi að taka í þetta? Nei, þá voru að taka, ef við tekum 2 kippur eða 7, þá fær ég lítir Smass eða pass, tilbúinir? Ég tek alltaf krítar. Andri Lukas Guðjónsson í 2 stafa tölu í ár í Championship-deildinni. Absolutt. Smass eða pass? Já, hann skoraði í þessum deildabikarleik hérna, kemur inn á Tóni Móðbry að þjálfa. Ég er með smass. Ég er með smass. Smass. Þrefald smass. Það er engin... Þetta er í deild. Þetta er bara deild. Hann hendur honum fárálega vel. Já, hann þarf að haldast heill og Íslenski leikmenn haldast nú ekki oft heilir í enska bótt. Sjáum til. Íslendingur bætist við í topp 4 deild í Evrópu í þessum mánuði. Smass eða pass? Íslendingur bætist við í topp 4 deild. Já. Ég ætla að segja í þessum mánuði pass. Þið viður. Bætist við. Já, það er að segja að það kemur einhver leikmann sem er ekki í topp 4 deild núna. Já. Og kemur í Frakkland er topp 4 deild. Nei, Frakkland er ekki topp 4 deild. Frakkland er ekki, þú veist að tala þannig að ef að Hákon færi Spánn, Ítalía, England og Þýskaland. Já. Kemur nýr leikmaður í þetta mix? Nei, því miður. Nei, ég ætla að segja pass. Ég er samleikur, ég ætla líka að segja pass við þessu. Ég held að Hákon fari ekki neitt þó að mig langi. Nú, Burnley eru með club statement. Ég veit ekki hvað það er, en það styttist í fyrsta leik. Club statement, það er alltaf eitthvað alvarlegt. Þetta er Finotive. Er þetta Finotive? Finotive. Er þetta sponsorar eða? Ég held að sé það, já. Það er eitthvað gengið þarna á. Smass eða pass? Káringar verða Íslandsmeistarar. Smass eða pass? Pass. Smass segir Gunni. Já. Ég segir pass. Nei, Víkingur klárat. Ég held bara að varnarleikurinn og Káir því miður og getur ekki orðið Íslandsmeistari. Ég veit að þetta er mjög mikið langsótt, ég áttum á því. Og maður væri náttúrulega til að sjá það að vinna Víkingar einu sinni. Af því þeir verða eiginlega að gera það. Bilið er þannig að þeir þurfa að vinna Víkingar einu sinni og helst tvisvar náttúrulega. En maður verið til að sjá það að vinna einu sinni áður en að maður kannski fer eitthvað gallharður á smassa. Það er rosalega Júlíus Mar Júlíusson verður í næsta landsliðshópi Arnars Gunnlaugssonar. Er það smass eða er það pass? Auðvitað íslenska landslið var fyrir miklu höggi fyrir EM eftir 2 ár. Karlsberg EM eftir 2 ár. Sverrir auðvitað sleitt krossband. Við erum í miklu miðvaravandræðum. Kemur Júlíus inn í þetta í næsta landsliðshópi. Ég ætla að segja smass. Þú segir pass. Hverju verður miðverðir? Sko, Hjörtur er það náttúrulega. Já, þú veist, Hjörtur, er hann ekki eitthvað að spila það? Fyrir Göteborg? Hjá Göteborg? Já. Hann var að spila bara í gærkvöldi. Já. Þeir eru dutt út í Eurokjörni. Já, en leikur Göteborgarliðsins... Hann kemur alveg inn í hópin, ég get alveg trúið að hann kemur inn í hópin. Það farið í byrjunlið. Ég meina Gulli Viktor. Sem miðvörður? Já, nei. Það er nú sannlega búið. En sko, Nóel Atli hlýtur að vera þarna. Nóel Atli? Frekar en Júli? Ok. Brynjar? Alltaf setja hann að þinn? Ég er bara að giska. Ég er að tala þess sem eru líklegir til þess að vera undan honum. Já. Þetta er bara gisk hjá mér. Já. Ég hef ekkert fyrir mér. Þú heldur að vera ekki á honum? Ég held ekki, nei. Ég held að segja smass. Já. Því ég held að... Þú er eitthvað fyrir þér í... Nei, ég hef ekkert fyrir mig. Ég hef ekkert fyrir mig. Ég sá bara að einhvern sem hann var að fá fyrir síðasta leik um helgina.
sem að fóru hamförum í norsku deildinni þannig að Já, og norska deildin líklega aldrei verið jafn sterk. það er þannig, Já, hún er góð Hún er góð. ég meina þú sér það bara á Evrópukeppnum og öllu slíkum. Herðu, Bötu aftur áfram. Já, við köllum á glimt hérna það glimtar henni. við slum En Nei, aftur áfram. þeir tóku Saint-Gilloise, Já. Það tóku það ekki. hökkuðu þeim saman, sko. slum fara yfir í enska boltan Volt pantaðu bara það er bara vika í þetta Voltararnir á flegiferð kíktu til mín í gær þá var gaman að hitta á með bláu töskuna sína turkisblá, þetta er Það. skemmtilegi litir Sjarmi yfir þessu. það Líka ég er svo gaman að þegar maður sér einhver að panta í hverfinu og veit að það er svona stemming einhvers þar. já, Maður sjálfur kannski bara með ísu eða eitthvað heima, já, en þá var svona spennandi einhvers þar. það var einhvers stöð að spenna Já. alveg hárið rétt hjá þér Arsenal orðaðir núna við þeir eru orðaðir við Viktor Osimhen klári þetta og Já. hvað þýðir þetta fyrir greið Viktor Einar er hann þá bara farinn eða ætlaðir að halda honum og láta Kai Havertz svara eða hvað ætlaðir að gera Nei, það er einhver flétta að fara þarna í gang að hann er að finna upp hjólið enn á ný allt þetta. Það þarf að leysa einhvern veginn þetta skarð sem er verið að fara að höggva í vinstri kantmannstöðuna sem við líklega báðir vinstri kantmenninni þar á síðastu tímabili verða farnir. Þannig að það er spurning hvernig hann er að hugsa út vinstra megin hvort að þetta verði, þú veist hvort að hann Madueke og Saka vera á sikkur vægnum eða hvað hann ætlar að gera þannig að nei, það er einhver pæling á baku þetta og Viktor Osimhen væri frábær viðbútt. Ég held að sé Þeir eru svona massífir núna á ákveðnu stöðum kannski svona full mikil breyta ákveðnu stöðum meðan að vantar hann á öðrum stöðum Já, ég held að þetta sé bara að sína svo náttúrulega Solis, ég gleymið Solis svo er náttúrulega við megum náttúrulega ekki gleyma því að þú veist að fara öll lið í gegnum meiðsli og annað. Ég held að núna þurfum bara að passa upp á það að, þú veist, Declan Rice spila ekki þessar 5.000 mínútur sem hann spilaði á síðustu tímabili. Ég held að þurfum bara að hreyfa hópinn og þú veist, ég held að sé bara mikilvægt að breykka þarna fremst og ég meina, það er ekki hægt að gera ráð fyrir því að Kai Havertz spili alla leiki. Nei, hann er svo sem ekki gert mikið af því. Nei. Nú, Hjálmar, þú svona hefur ágjör á Arsenal-liðinu fyrir tímabilið og þú sendir þarna mynd á mig þar sem að þessum dýrustu miðjumenn sögurar. Já. Það er að segja eftir aldri og Bruno Guimaraes verður 29 ára og hingað til hefur það ekki þekkst í raun nema fyrir utan eitthvað bókaldsfiff að leikmenni á þessum aldri sem við keyptu fyrir meira en 50. Hann er 75 miljónum punta fyrir mann sem verður 29 ára í október. Hvað sérðu? Ég bara, eins og ég sagði þegar ég sendi þetta, ég sagði, kíkt á þetta. Því þetta er ekkit eðlilega tölur, eins og þú segir, maður sem verður 29 ára. Já, verður 29 ára núna í október. Mér leið eins og það var að kaupa mann fyrir 75 miljónum punta í 1,5 ár. Og það er það sem hann gefaði með 1,5 ár, 75 miljónum punta. Og þú hafði líka áhyggjur af þessu með Eberechi Eze í fyrra. Kaupa hann fullorðin. Má ekki segja að það hefði sannað svolítið? Jú. Það nátti ekkit eitthvað fáránlega gott tíðanbyrð. Þú voru að viðkynna það, Gunni. Já. Ég var að segja að þetta er rosalegu peningu fyrir kalla á þessum aldri. Já, þetta svona hefur vakið athygli einhverja. Og Gunni náttúrulega svara þess ekkit eins og... Nei, ég veit ekki hvað er ekki verið að óuppeja. Jú, Tílemanns er átt, hvað var hann, 35 miljónir? 35 miljónir? Þannig að þú nú lest nú stór orð hlustið ekkert eða lesið ekkert eða horfið ekkert á neina umræðu. Er það eina sem að þið lesið? Er það, þú veist, Manchester United spjallið og er það bara that's it? Við vorum bara að tala um aldurinn og leikmannum og peningana. Akkur heldið þið? Við Tottenham að kaupa Tonali og þetta eru 2 strákar og Matteus. 2 strákar, 24 ára gamlir. 23 ára gamlir. Af hverju haldið þið að eina umræðan Bruno Guimaraes sé einmitt hvað þetta hafi verið góður díll á markaði
þar sem að hver einasti miðjumaður fer á 100 miljónir. Jú, það var alveg allir líka að tala um Florian Wirtz stílum er frábær, nema einhver einn gaur úr Kópavoginum sem að sagði, ég er ekki viss hann plummis í enska boltanum. Stundu sér maður kannski hlutina aðeins lengra en kannski þeir sem voru bara að byrja að fylgjast með þessu. Þetta er bara svo rosalegu peningur. Þetta er 29 ára gamall. 75 miljónir sterling. Þetta rýfur í bókhaldið. Já, þetta rýfur heldur betur í bókhaldið og... En varandi það? Þú hlóst samt að mér þegar ég sagði að ekki tíka er þið meira impact fyrir það heldur en Florian Wirtz. Af hverju var það? Þú svo kleipaði til, sko. Já, og en svo sem ég hef svo sem ekkit monta mig ekki af því í dag að hafa haft rétt fyrir mér það því að hann hafa meðst en það er alltaf leiðilegt. Þú veist, ég er að horfa long term. Já. Við skulum fara í næstu fréttir og það eru heldur betur fréttir því að Enzo Maresca er búin að segja sínum gamla klúbbi Chelsea, raun og veru að hoppa upp í með þetta deadline sem hann gaf þeim til 5 í dag að kaupa Enzo, sem að Chelsea gaf að kaupa Enzo 120 miljónir. Jú. Þetta var eitthvað pressure talk, sko. Þetta virkar ekkert. En þeir hafa bara sagt, ef þið ætla að klára þetta, þá var það gerast fyrir klokkan 4 á íslensku tíma í dag. Jú. En okkur var það? En þeir vilja bara klára, annarkvort bara þetta var besta ráð í sölumenn, sko, það er að setja eitthvað tímapressa á eitthvað, sko. En þetta er svona smá kjánalegt samt, ég held að það virka öfugt á það er ekki desperate að fá Enzo hún sé frábær leikmaður þetta er desperate að fara í eitthvað tíma út á honum, er þetta ekki samanlega þýkunni? Hvað er langt síðan að við töluðum var ekki alltaf talað vorum við ekki að tala það einmitt í ágúst í fyrra að það kæmi eitthvað í ljós varandi þessar 115 ákærur í kringum áramótin. Það eru 8 mánuður síðan sem ekki var nenn ekki þessar 115 ákæru umræðu ég nenni ekki sko það kemur bara þegar það kemur Býtu, hvað meina, ekki að ræða Býtu, ég skil ekki alveg er ekki Manchester City að fara eða 120 miljónum punda Jú, veistu hvað gárungarnir í manni eru fannin að kalla Manchester City Manchester Chargers The Chargers þú ert með The Chargers í NFL þeir eru fannin að kalla á The Chargers en það er nú bara gárungarnir og sitt sín í skerjum þeirra stöð bara velta þessu fyrir mér en þetta verður auðvitað spennandi að sjá hvað þið gera Rodri auðvitað að fara ef við svona verið að reyna að finna einhverja lendingu með Barcelona þarna hvernig má það vera að Rodri sé að fara á 60 miljónir það er náttúrulega 30 þú bara að kaupa, þetta er miðsvæðið þú veist við vorum bara fræða það við erum skítrættur að 75 miljónum punda fyrir 29 ára miðum mann sé mjög hættulega kaup þetta er besti leikmaður í heiminum langbesti og langmikilvægasti langbesti og langmikilvægasti það er alveg að fara rauk fyrir því þetta er líklega bara uppáhalds leikmaður minn í boltanum í dag þetta er bara hann er alltaf fallega við fótboltan Við sjáum hérna mynd af Rodri þar sem að hann er að tjekka sig inn í Ryanair flug og þetta er bara kóngurinn sko, máli er það, veitu hvað gólvöll hann spilar í Manchester? Nei Hann spilar Heaton Park gólvöllin sem kostar 23 pund að spila hann bara mættur á klúbhúsiðar er bara, þú veist eins og bara svona það sem að húsverðum var í svona áður en að klúbhúsið er byggt á Íslandi svona, þú veist þetta er bara þessi maður verðist ekki vera að eyða peningunum sínum allavega Nei, hann bindur pakka sín ekki sömu hnútum og sínu samfélag þetta virðist vera þetta virðist vera spurning einhverja 5 miljónir evra til eða frá þeir hafa bóðið 55 og þeir vilja fá 60 fyrir hann þeir klára eins og ég segi, ég er líka að segja bara gott fyrir mann með sem var slítið krossband að fara til Spánar það er smá göngubolti og kósi þetta telur allt saman mílutnar telja eins og ég held að Hjálmar hafa tíðan sagt já, Reinders líklega að fara til Al-Qadis það er áhugavert og allir svo spennti fyrir honum fyrra munið því, byrjun, geggjaður frábær leikmaður en svo er að setja sitt dæmi á þetta allt saman Teija með Dóttarfútból í enska boltanum Teija, kannski fallegasti litur og posa sem hún færð í dag Haninn er með Teija og ef ég þekki kungana í mar rétt þá verður pottitt með Teija drengir má ég getum við já Hvernig er Tijani Reinders að fara til Saudi-Arabi?
cash money. Já, þú veist Þú meinar að þetta sé einhver spilling? Nei, alls Gunnar- ekki Nei, Gunnar Birgisson til BN Sports. Gunnar Birgisson til BN Sports. Já. Nei, þetta er ekkert með það að gera Það er Gunni, það er 700 miljónir á BN Sports hérna, á ári. Já. Nei, ég ætla að halda áfram hérna. Ég fæ ekki lýsa vetur Mér finnst það bara frábær leikmaður Hann er frábær leikmaður og allt það. Já. Það eru fullt af frábærum leikmannum Sáti. Góð deild. Já, en það verðist nú eitthvað að vera að fjara undan þessu sátt í pródukti Nú? allavega með lyf og svona Já, Það er eitthvað- þeir hafa bara ekki áhuga á golfi. eitthvað Það að er bara fjara ekki eðli Arabans að hafa áhuga á golfi. Nei, en mér þótti nú reyndar alveg leiðilegt að sjá Crescencio Summerville til dæmis hafa átt frábært heimsmeistaramót, vera að spila fyrir framann fulla velli á Englandi á síðustu tímabili, vera mættur út á bílastæði í Sádi-Arabíu að skora mark og fagna það sem að voru bílflötur. Mér fannst það eitthvað daburt, ég verð að viðurkenna það. Ástríða sátans fyrir fótbolta. Þú myndir aldrei sjá bílastæði við hliðin á velli í bandaríska í MLS-inu. Já, við erum að horfa á þetta en það er ákveðin sjarmi yfir þessu. Já, ég er sammála því. Það er ákveðin sjarmi. Kallar á gömlu. Ég er þannig að ég er opinn fyrir öllu og hlusta á alla hliðar. Ég var að segja að það var ákveðin sjarmi yfir. Já, finnst það ekki. Sammála mér og ósammála. Ég held að það sé alltaf. Eitthvað smá þingri kantinum í dag. Já, herri, hérna. Ég er bara að sjá Tísenni Rendis í enska boltan. Gunni, Tottenham var 1 en maður velti fyrir sér sóknarinninni. Já. Ef það er alltaf að fara með þessa sóknarlínu inn í tímabili. Nei, ég get ekki farið í þennan leikþátt. Tottenham hafa arguably átt bara besta félagsskiptagluggan hingað til. Það er ekkert mála að eiga besta félagsskipta þegar þú eru eyður. Nei, alveg sammála því. Ég er alveg sammála því. En það sem vantar náttúrulega er alveg rétt okkur, það er sóknarlínan, þetta er drep, þetta er algjör þrótt, Solanke og Richarlison að fara að leiða línuna aftur. Richarlison er þetta með frábært NPG start frá síðustímili. Richarlison, hann er alltaf meittur. Og þetta er algjör, Savinho, sá langi dill. Hann ætlar aldrei að aldrei enda, en það var ekki að fá hann. Hvað haldið með Mr. Marcus Rashford? Leikmann sem ég hefði haldið að Arsenal væri búnir að kaupa hana. Ég tæki hann alltaf. Já, ég trúi því alveg. Ég tæki hann alltaf, sko. Hann myndi mæta hungraður þá. Já. Verður hann mannstjónu leikmaður í vetur? Ég kann ekki að tala hann upp núna, mér finnst að vera að tala hann þvílitt upp núna. Ég held að hann alltaf bara halda honum. Ég held að hann endi bara í Manchester United, sko. Já. Og ég gæti alveg séð fyrir mér einhvern svona Granit Xhaka redemption tour. Hjá honum? Já. Ertu Granit Xhaka á Leverkusen redemption tour? Nei, mannst ekki þegar hann fór að velli og let stuðnum sem er Arsenal. Já. Svo var hann frábært tímabil eftir. Já. Hann var eiginlega out the door. Já. Svo tók Artetan undir sinn vendavæng. Og ef ekki að segja að sagan hafi skrifað sig. Sagan hafi kent okkur, það má aldrei áskrifa neitt. Já, Leverkusen, já. En hvað er meira í þessu einhverjar fleiri fréttur úr enska boltan sem hafa vakið ykkar athygli þegar að maður svo sem að býða þurra að Liverpool gera eitthvað, það er auðvitað að vera að býða eftir Bradley Barcola. Er það ekkert að býða eftir að United gera eitthvað? Jú, en ég meina Santos og Tielemans. Ég skil ekki að hverju Arsenal fyrir Marcus Rashford er í raun og verið ný sæning. Voru áttu að því It's like a new signing. Þetta verður náttúrulega bara fróðlegt. Það er margt áhugavert í þessu. Það er þetta post-Pep dæmi hjá City. Öll Big Six liðin nema Arsenal með nýja þjálfarafræði á síðasta tímabili. Ekkert lið að fara með sama þjálfaran inn í þetta tímabili eins og þeir gerðu á síðasta tímabili. Þannig að það er bara, þú veist, hvaða þjálfari mun á að setja svona sitt marka á liðið og koma þeim í gang sem fyrst. Við sáum að Manchester United voru að kynna nýjan búning og þeir ákvaða að mynda sig þetta fyrir utan Salford Lads Club en þeir geru það en Nafling geru það fyrst þannig að þeir ávæntilega séð þessa mynd af okkur fyrir utan Salford Lads Club eða Salford eins og þið segja þetta er Smiths, þetta er geggjað mikið Smiths tónlistasagan, ég held að fólki bregður oft hvað ég veit tónlist ég kom mér óvart, þú skiltir vita að þetta var í Smiths það bregður oft fólkinu bregður oft við þetta er þið búin að segja heimildamændina hjá Mourinho á Netflix? Nei frábær, algjörlega ég þarf að sjá hana, er þetta þættir eða bara einmitt? Þetta er algjörlega geggjastöf ég var að klára norsku þættina Norsku þættina?
norska landslið. Herðu, það ég búinn að downloada heimrindar og ég ætla ekki að taka það. Herðu, Jimmy Rimmer, markverður Aston Villa, Arsenal og Manchester United, hann látin, 78 ára gamall. Það rosalega fótboltaáhuga maður tekinn við starfi forsætisráðherra hann Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands. Já. Hann veit mjög mikið fótbolta. Það hann mikill Everton stuðningsmaður. Það einn íslenskur, hann líka hausinn með tróðfullur af svona quiz-dóti á Andy Burnham. Það einn íslenskur stjórnmálamaður sem svona. Það Guðlaugur Þór Þórðarsson. Herðu, hann þuldi upp bara eins og Dustin Hoffman í Reynmann upp byrjunarliðin hjá Nottingham Forest í báðum úrslitaleikjunum þeirra í Champions League og Aston Villa. Og hann byrjaði frá markmanni og svo frá hægri bakur til vinstri bakur og allt og ég segi, svo fór ég að fact-checka þetta rétt upp á leikmann. Vá, vel gert. Og það einmitt var með það inni að Jimmy Rimmer hafi byrjað úrslitaleikina móti Bayern en var síðan tekin út af fyrir Nigel Spink. Þetta fekk ég bara í óspurðum fréttum bara upp í Hamraborginni. Vel gert. Þannig að Jimmy Rimmer allur auðvitað vinsæll allstaðar það sem hann var og var auðvitað í hóp Manchester United þegar að Manchester United var fyrsta enska liðið í sögunni til að vinna meistaradeild Evrópu. Nú, liðin að skoða þetta allt saman. Barry heitur hjá Everton núna og svona þetta lítur ágætlega út hjá honum. Er þið byrjað að ræða fantasy-liðin ykkar? Ég ætla að byrja á það í núna næstu viku. Ég ætla bara að fá Theodor Ponsu heim til mín og svona bara skoða þetta með honum, heyra hvaða pælingar hann hefur og svona tvíka hans hugmyndir aðeins til. Já, það oft sniðugt líka. Eina sem ég ætla að gera lífgrúpp í fantasíunni á Dóttar fútbol svo að kom ekki rökkun upp á þurru. Já. Við rukkum bara oft upp á þurru. Já. Það nú bara þannig. Það eru 38% líkur á Arsenal vinni titilinn samkvæmt ofurtölvunni, nýja ofurtölva Dóttar fútbol. Við ætlum að frumsýna hana líka í næstu viku. Já. 2,9% Ég fer inn í tölvutek í næstu viku og sæki nýja ofurtölvu. Við prógramum hana aðeins í síðustu viku, keyrðum inn staðreindir og það eru 38% líkur á Arsenal verið titilinn. Já. Samkvæmt henni, þú veist, hún er ný, maður svona veit ekki alveg hversu vel maður á að treysta henni. En kannski það sem var mest sárast við þetta var að Tottenham, það er 2,9%. Það er eitthvað mikið fyll. Þú er glemt að setja eitthvað gögn á þinn, sko. Hvað myndið þú segja? Ég ætla nú ekki að vera svo bjartsýnn að verða meistari en verðum alltaf í topp 3. Já, hvað myndir þú segja ef að 2,9 er svona hlægilegt? Ég myndi segja allan að 10-11. Strákar, við fengum að kynnast nýju skrimsli í vikunni. Hann heitir Brian Maggio. Já. Þessi drengur, stærðin á honum, svo fór maður að tjekka á kennitölunni, fæddur 2009. Geggjaður. Ég fór nú bara í albúmi og fór að skoða myndir af mér 17 ára. Ég var ekki alveg svona stæðilur. Nei. Og það ekki ennþá í dag. Þetta er unit. Rosalega. Svo sett hann bara á móti PSG. Og hefði getað sett alveg, þú veist, ef hann aðeins reynslu meiri, sett 1 eða 2 viðbót. Hann var svakalur. Hann átti náttúrulega aldrei að fá leifið þarna út að hann mátti ekki skrifa undir fyrir 18 ára aldur í Englandi. Já. Það er þessar frábæra reglur í Englandi, þess að sjá alltaf þessar skemmtilegu ensku talent að koma upp. Að í dag eru bestu leikmennir ekkit Gerard Piqué og Cesc Fabregas og allir þessir útlendingar. Þetta er bara enski strákar. Já. Og þessi strákar er náttúrulega fættur í Englandi. Fættur í Englandi, spilaði samt eitthvað í Frakklandi og svo er hann Luxemburg núna. Já. En hann þarf að koma sko, hvað er datunum í huga að spila þessa landsleiki fyrir Luxemburg? Það er eitthvað panik. Hann þarf að koma sér út úr því strax. Já, absolutt. Er það ekki hægt? Absolutt. Hann er komið 3 landsleiki fyrir. Maður hefur nú séð annað eins að ekki. Þetta er Declan Rice sveikuð þetta Heimi Hallgrímsson. Já. Sveika. Já, allan svo segir Heimir og eigamenn, þannig að ég verð að hlusta þá. Þetta var en hvað, er hann að skrá hann í, verður hann með í vetur? Já, hann er með í vetur. Hann er bara aðalsendirinn þeirra núna. Nú er bara Já, verður hann ekki aðalsendirinn þeirra. Þetta Ollie Watkins fari ekki bara. Nei. Þeir elska að selja, þetta er söluklúbbur. Já. Nei, ég held að hann verði svona inn og út, sko. Já. Maður er svo sem alveg sé svona sögur áður, svo allt í nú veit maður, hvað var aftur með Maggio þannig? Hvað var aftur hann? Já. Hvað var aftur John Duran? Já. Reyndar í Benfica þetta, sem ágætisklúbbur. Er það að fara í vinnera og lúsera
svona bara í þessum 3-4 vikur sem við höfum ekki hist það hafa verið nóga vinnurum og við gerum það með hinum eina sanna vinnar sem Nokko að sjálfsögðu núna í 10 ára á Íslandi Nokko og við njótum þess Sigurleysi orkudrykkurinn drengir, hverjir hafa verið svona vinnarar í þessu öllu saman Ég með lúser til að byrja á með lúser hver það? Vinny Junior Það Vinny Junior, já fyrir að velja þægindi Já, það var aldrei það nú Þægindi fram yfir peninga og challenge kannski full mikið challenge Þú líktir því nú við það að Sveinn Andri væri að senda Ragnhildi Steinunni DM þessi viðreynsla Arsenal-manna Nei, hún var og þetta fór bara í request Ég með bara sources mjög close Vinny sá þetta í request og leta þetta bara liggja það Nei. Það ekki komið sína þó Það ekki komið sína sjá hvað segir Látið fjölmiðla vita við sjó konir inn í dílinn Nei, við slum Nei, við sem að þetta var aldrei að fara að gera Það verður ekki að setja Vinny sem vinnir að hafa played his cards right og náði nýjan díl hjá Real Madrid Já, sem var, fyrir ekki slappur Amorim getur verið vinnur Image rights Amorim að henda Hann henda bara 8 leikmenn með burtu Núnes komið til Trabzonspor Darvin Núñez komið til Trabzonspor Vinner Sala og Núnes saminaðir á ný þessir saminaðir á ný Þurfum við ekki að sjá tyrkneska boltan í vetur Hver er með réttina tyrkneska boltan? Þetta er alveg mjög spennandi deild Nú Ég ætla að velja ykkur 2 vinnara sömuleiðis Gunni fyrir bara eitt lengsta og eftirminnilegasta frí sem ég í óþökk fjölskyldun okkar þá vorum við nú vinnandi einn allt þá nú fengum nú heldur betur auðgat sko ég var að geta leysið mitt bara róleitunum hérna, bara var með meistara David Beckham bara að geta þetta þá bara, Hjálmar bara, getur þú lagt þetta frá þér ég samningsbundin Pringles maður var bara eitthvað, maður bara átt að sjá þessi gæir alltaf í vinnunni menn ég var bara að jafla á meistara David Beckham í róleitunum alltaf í vinnunni hann slakar aldrei á þessi maður og það er kannski það sem gerir hann þann besta Nú, einhverju fleiri vinnar Nei, við slum fara bara beint yfir nei eða já eða ekki Nei eða já með Einari á Nei eða já með Einari á Einar á til að sjá Akkur ekki Já, Einar á til að sjá Bara kík í pakkan ef Einar á Það er bara stemning að fá kík í pakkan en það er engar undan þáur Já, Einar á, þegar þú labbar hann inn þá verður að vesla eitthvað sem ekkit við á að hanga í búðin og skoða allt og sparki allt og veslikin eitt, þú verður að kaupa eitthvað og ferð þar inn ekki því mikið aðstöð Já Það er að kaupa eitthvað? Nei, út með þig Förum og fáum neyða já Gunni ætlar að berjast fyrir drykkjapásum í bestu á næsta ári Já, að ég held að næsta sumar verður líka gott þannig að ég ætla að berjast fyrir því Nú munum við einhvern tíðan aftur sjá sveitafélag á starfið Búlangavík leika í fyrstu deild í Íslandsmóti gólklúbba eins og þeir að gera núna spyr Gunnar Már Elíasson Þetta er góð spurning ég, það er ein sveit sem að mér finnst svolítið skemmtileg það er Eskifjörðurinn Já, hann er skemmtilegur Jóhann Helgi Sveinsson spyr myndi Hjálmar vilja vakna sem Gunnar Birgisson í einn dag alveg viðurkenna það ég var alveg til í það Hvað myndir þú gera sem Gunnar Birgisson? Myndir þú fara að nýta þetta á dömunnar? Þetta útlit? Já, ég hugsi myndi að nota það ekki spurning og já, algjörlega, fara inn á rúf kannski taka kaffibolla með nokkur velvöldum Hver var þess að fyrsti? Siggi Gunnars kókurinn taka tónlistarspjalli og Sönderlandsspjalli Ég veit alveg hvernig þú myndir vilja spjalla þetta á rúf Rúnar Róberts Reyndar, skal við ekki og tala um tónlistina Það er svo lesið sko Þú og Rúnar Róberts eitthvað að fara við boltan og tónlistina Var það Hjammi sem seldi alla þessa Ford F350 eins og heitar lumur rétt fyrir hrun Það voru nokkri sem voru þarna, skal við ekki það Nú verða Tottenham með over eða under 2,5 þjálfar á tímabilinu spyr Davíð Örn Svafarsson Nei, það verður bara áfram hann verður bara áfram það verður bara under, það er ekkert að fara að gerast það er under Arnór Þór Hafþórsson spyrir þeir félagar fyrir andlegum áhrifum vegna almyrkvans
og mun þetta hafa áhrif á gengi Arsenal og Tottenham í vetur? Nei, en já, ég varð fyrir andlegum áhrifum. Mér fannst þetta magnað. Já. Mér fannst það. Þetta var stórkostlegt. Og Þorvaldur Freyr Friðriksson Kaddi, júlímánu var svo þurrasti á Akureyri í 97 ár, einnig var brakandi þurrkur í kakókastalanum með allan júlí. Spáir Hjálmar aukinni vætutíð með haustinni í kakó. Þorvaldur Freyr. Ég segi bara takk Þorvaldur. Takk og já. Herru Rúnar Traustason spyr, væri Völlararnir að sjálfast á toppnum í lengjunni en fengið að spila við HK hverju viku? Nei, þeir eru búin að mætast 4 sinnum á síðustu 2 árum og HK unnið 3 svar, þannig að svarið er nei. Nú hefur Vargas orðið Evrópumeistari eins og hjá mig? Er þetta spurning mín? Já. Nei. Þessi góð, Óskari. Nú, Ég meina, það var þarna... Þessi góð. Óskar klikkar Klikkar seint. Herðu, stóru fréttina, mun LeBron hjálpa Philadelphia á fyrsta NBA-titlum síðan 1983. Hjörvar, þetta er að fara að byrja. Time. Þetta er að fara að byrja. Nei, ég hugsa Philadelphia. En þeir eru... Ég myndi halda að þeir væri nú örugglega stuðlaðir. 76ers með Jaylen Brown líka. Já. Og Tyrese Maxey og... Ég er spáð að mæta með hann að spaða á rassin á naflanum af því að hann heldur með Boston. Já. Við erum búin að gjössanlega jarða það á það. Það var svo gaman síðast í úrslitakeppninni. Já. Hvað var gaman. Já. 80 leikir framöndan. Er Vargurinn sáttur eða ósáttur við aðgerðnar í Mostal? Já. Ósáttur. Aðgerðnar. Er það þá hvernig var brugðist það við? Já, bara varstu sáttur eða ósáttur? Maður er bara alltaf sáttur upp í Mosó. Já. Eða svona. Það er smá hyggst núna. Verður Aston Villa fyrir ofan Tottenham í ár? Nei, gleymdu því. Nær Arsenal meistaradeildarsæti? Nei, já. Þá myndur fara í meistaradeildina hvað, 4 ári í röð? Getum ekki verið að svara svona. Romero til Arsenal? Nei, já. Það er búið, þannig að fara til allir Madrid. Já, ég myndi taka það samt. Ætti í Liverpool að taka sens og reyna við James Maddison. Eitthvað umræðað það? Nei, hann er ekkert að fara neitt. Gaurinn er ekki byrjað að spila eftir meðsli sko. Gaman kannski að reyna að sjá Conor Gallagher. Já, það er ekki þessu byrli. Já, það er bara svoleiðis munnaðir eftir vítunni hjá Viktor Unnari gegn Kiev á nýlegum Selfossvelli 2010. Nei. Munið ekki eftir þessu? Hann chippaði á mittmarkið. Já, þeir voru eitthvað, það var hátíð á Selfossi. Viktor Unnari eitthvað svona á punktin, vippa, sko, mjög rólegur. Það var hrikalega gott sko. Já, ég man svo sannarlega eftir þessu. Þannig að þagnaði kynkvöldin hjá Hjamalikt og öllum viltu dýrunum. Þessar mínútu sem almyrkvinn stóð yfir. Það er ekki með huga við kynkvöldin akkurat í þessu. Jú, sennilega. Sennilega er að þagna. Nú, það var einn góð spurning að segja. Það var hvort að nýlegaðinni fara allir niður aftur. Í úrvalsdeildinni, hvað haldið þið? Hvað segirðu? Að nýlegaðinni fara allir niður aftur í úrvalsdeildinni. Nei, ég held ekki. Nei. Ekki núna í ár. Herri, má ég sjá, var eitthvað spurning þarna? Má ég sjá, var eitthvað þarna, er Vargurinn, það var eitthvað með, ég hafi prófað að fara í frí, þannig aðeins ofar. Eitthvað að ég var mannlegur á að fara í frí. Já. Og gott fyrir Hjörvar að vera mannlegur aftur og kynnast ég að fá að fara í frí. Já, fekk hann ráðleggingar frá GB. Já, Ármann Jakobsson, takk hérlega fyrir þetta. Já, ég fekk ráðleggingar frá GB hvað að gera í svona í fríum. Hann mældi með gólfi og leika sér eitthvað en ég fór að sinna börnunum. Já. Manstu, getur þú rifjaði það fyrir mér hvernig ég tók síðast frí? Það rifjaði það fyrir því? Ég er ekki að njósla þitt líf. Nei. Hann virka ég því miður ekki. Það eru komin einhver ár síðan. En maður er nú ekki að byrsta sig yfir því. Æja. Já, alls konar spurningar. Já, skemmtilega spurningar. Já. Vá, þetta er endalust. Já, við kíkjum aðeins á live chati árum förum í... Já, við tattar einn góð. Bruno Guimaraes undir 4 manna á Sugarbekk, já eða nei? Vá. Gunni. Anton 1.29. Gabriel Pétursson, why so cold bro? PB í bekknum. Gunni með bronsið. Já, ég á, sko, þannig að fólk átti sig á því, ég á 150 kíló í bekk. Vá. 2010. Ég 120. Þú 120, hvenær? 2006,
16 frekar en 15 21 ára með að taka 120 í bekk. Já, ok. Kaupið það ekki. Akkur ekki? Ég bara kaupið það ekki, af því að þú ert ekki svo hraustur. Ef að fara í sjómann innan fram með það Nei, ég kann ekki í sjómann. Ég hef líka séð menn brjóta sér hendurnar í sjómann. Enga vitleysu. Enga vitleysu hérna. Ég er að fara að keppa í gólmóti Ég hugsa ég myndi ekki ná upp 80 nú. Já, ég tek 120 á kjötinu. Ég myndi ná upp 80. Ég myndi ná upp svona kannski tæplega 100 í dag. Já, viltu fara í bekkbarskefni? Við þig? Já. Nei, ekki út í. Þú sagðist að það var tekið 150 í bekk. Já, það er 2010. Það er 16 ár síðan. Já. Þetta eru skemmtilega pælingar. Förum í El Grande með 66 gráðum norður. Við erum hér, vinir Vestmannaeyja, í 66 að sjálfsögðu. 66 voru vinnirarnir. Rosalega margir í 66 í golfinu á Íslandsmótinu. Já. Það mætti alveg að það er hægt að hækka hitaninn inni. Já, hækkum hitan. Strákar. Það er svo heitir það er rosa. Ég fara. Mér er ekkert svo heitt. Það líður um mig. Mér er ekkert heitt. Jálfurni? Nei. Þú ert líka eiga. Hvað er? Förum í El Grande. Og ég ætla að fá lið sem við erum auðvitað á leiðinni í Championship-deildina sem er að hefjast núna helgina. Já. Þar er það stórleikur strax í fyrstu umferð og Wolves Blackburn. Lið sem hafa unnið næst efstu deild í Englandi. Og Gunni, þú ert yngri, ég ætla að leyfa þér að byrja. Ég ætla bara að taka þá Blackburn. Blackburn Rovers. Þeir hafa unnið næst efstu deild. Þetta er næst efstu deild, Gunni. Já, það er rétt. Þeir gerðu það 1939. Yes. Eftirminnilegt. Eftirminnilegt bara á Leeds. Leeds. Er það fæðingar? Leeds. Rétt. Coventry City urðu unnöða í ár, þannig að þeir eru að sjálfsögðu þannig vel gert. Aston Villa. Ljóttan hafa tekið þetta þarna. Aston Villa hafi tvígang gert þetta síðast 1960. Derby County. Derby County. Ég skal nú hundur heita ef að Derby County er frábært gisk því að það er líka alveg hárréttir af að 4 sinnum unnum síðast. Burnley. Við þekkjum þá sögu. Síðast 2023. Þekkjum þá sögu nokkuð vel. Þekkjum þá sögu. Húlararnir. Sagðan. Húlararnir sagðan. Ég heldur að við heldur unni næstastu. Í alvegni? Ég held ekki. Nei, ekki hafa þetta guld. Ef hafa þetta guld, hvað segir þú? Það er alveg lagi. Er það ekki? Ég held að. Það fá báðir eitt guld. Fá báðir eitt guld. Já. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Það er alveg 100% rétt. Já, ég ætla bara að fact-checka það. Ég gef mér bara að það sé. Ég held að húlararnir séu nú rétt. Það var nú gaman ef einhver myndi fletta því upp. Má sjá, getur þú gefið mér að Arnór ertu með Nottingham Forest? Því er ekki að sjá, jú, þrissinum síðast 1998. Hjálmar, gjör svo vel. Ég ætla að fara í það var svolítið snúðuna. Það er eitthvað skjóta á mig. Nei, ég var ekki það var bara höll eitthvað sem ég ætla að fara í hafi ekki Preston tekið deildina, hlýtur eiginlega að vera. Jú, Preston á þrissunum gert það síðast 1951. Já. Preston North End. Þessi lið sem að hafa svona verið að flakka upp og niður. Ipswich Town hljóta nú að hafa tekið þetta í einhvern tíma. Jú, það er bara stutt síðan. Þrissar og síðast 92. Wolves. Úlfarnir, já, síðast 2018. Já. Nú Guðmunds á ný. Ég ætlaði nú að bíða aðeins með þá. Ég ætlaði að eiga þetta í hólu en Queen's Park Rangers hlýtur nú að vera. Fóruð þeir bara í umspilsleikin á Wembley. Queen's Park Rangers. Þeir hafa tvissunum gert það síðast 2011. Takk. Queen's Park Rangers. Ég ætla að fara í Leicester City. Leicester City er sigursalasta lið í sögu næstefstu deildar í Englandi með 8 titla síðast 2024. Já.
Ég ætla að fara í Sex sekúndur. liðið sem að Huddersfield. Huddersfield Town sem að Davíð Oddsson einmitt studdi á sínum tíma og það er hárrétt síðast Vá. 1970. Þú manst þetta því Eftirminnilegt. Huddersfield Brighton Brighton and Hove Albion. Lítur að vera Hann sagði Brighton Þeir voru samt í and ströggli heil lengi Hove Albion. Oh, shit Ég er ansi hræddur. Þú berð líka saman bækurnar þínar, Arnór, erum við ekki að tala um guldspjald hér. Þetta er yellow. Þetta er yellow. þið vissir? Brighton hefur ekki unnið Nei, nei, nei. Ok, allt í góðu Þetta væri nú Gult og gult, þú vissir ekkit að þetta hversmanns þekking. Nei, á yellow. yellow, hann kom í yellow líka hana Öl Hvað segirðu Hjálmar? Já, Vestbrún Sjálfbjörn Vestbróm, það er 100% rétt hjá þess. Vestbrún Sjálfbjörn Já, þrís og síðast 2008. Já. Ok, tempo. Nú kemur tempóið, sko. Nú kemur tempóið. Ég með það 5. Er Luton komið? Luton Skotti. Town, segir hann. Tók það Luton Jú, Town, ég var að hugsa um það Já, síðast 1982. Já, Einu sinni 82. unnið þetta. á ég að segja Nú var komin helvítið maður að byrja stressingin núna Sunderland Sunderland. Ég gef mér að Sunderland sé rétt. Og Sunderland er þriðja sigursæðasta lið. Þá fer ég í Southampton. Dýrlingarnir sjálfir í Southampton. Í alvörunni. Nei, ég myndi halda að þeir hafi nú gert neitt. Já. Þú kíkja á það Ég meitt liðina Kíkja á það. Southampton. Southampton Brákar, getið þið farið yfir hjá ykkur? Ég er ekki að sjá Southampton. Þetta er átt. Vá Ég hefði komið Er með það Njú- ekki skrítið? Ég hefði komið með Newcastle Ég meina, hvar var Manchester United? Já, Hvar var Tottenham? Hvar var Liverpool? Tottenham 78 held ég Þú veist. Hvar voru þessi klúbar? bara Ég vann þetta Ég gerði það sem þurfti að gera Ég gerði það sem þurfti að gera Vannst á gulu, sko. Þetta var vel spilað. Hvað kom með það? Ég sem var 1930 Og svo ultimate B-deildar kóngarnir í Manchester City. Já Já. Þetta var flott, við stóðum okkur vel Við fórum í jaðarinn Það er ekki alltaf að fara í commercial Nei. Það voru þarna nokkur, eins og ég segi, ég vildi sjá Manchester United, ég vildi sjá Chelsea, ég vildi sjá Liverpool. Lesti sittið til sölu, alltaf engin Íslendingur að kaupa Það var gaman. Það væri mjög gaman. Það var mjög gaman. Egið þið eitthvað eftir þetta frí? Nei, það Það er allt búið bara. Nú bara samna aftur Það er Doc Media gefur ekki marga frídaga yfir árið. Því miður. Það er þannig Ég er það heimskur að ég er búin að stæða mig í vinnu alla laugardaga og sunnudaga á ár. Há, sunnudag? Já. Tökum upp Dóttarfútból öll sundarskvöld. Já. Þannig að Það eru helgarnar. Já, það eru helgarnar farnar. Bless. Það er bara eins og það er allt saman. Bless, elskar. Þú þakkláttu fyrir landsleikja hlið, þá farið þér ára ykkur. Nei, þá erum við að taka upp á sundum. Já. Það er ekkert frí í þessu kunni Því miður, það var ekkert frí, ég er ekki eins og ég á Gunnar núna á Rúf, hann er ekki sést á Rúf núna heil lengi og... Góður. Hvar varstu yfir hérna gólfinu? Það var Ég bara... Það var til frí? Nei, það voru bara Var persónulega... Frímann Birgisson þá í... Nei, Frímann Birgisson ég var til miður stattur... Frímann Birgisson, Nei. Já, Frímann Birgisson hvíldi Lúin Bein þannig að menn stóðu vaktina á Íslandsmótinu í gólfi og hefði verið gaman hóndi sjá hann aftur á næsta ári og ég held að ég sé sammála öllum áskrifundum Rúf þar vonandi verður hann mættur á næsta ári Frímann Gunnarsson og vinnur hans Hjálmar Örn Frímann Gunnarsson? Nei, Frímann Birgisson Frímann Birgisson? Já, Frímann Gunnarsson Hver var Frímann Gunnarsson? Það er alveg grín karakter Já Frímann Birgisson Frímann Holiday Verið sæl